Hér má sjá að við kveikjum fyrst á vélinni, svo opnum við bæði að ofan og neðan og tökum þarna hilki af það sem spólan á að fara. Og auðvitað sækjum við spóluna, þarna hún með spóluna. Setjum hana þarna inn, eða bara, já, setjum hana þarna og tökum þráð af hinu að þessu almenna þráði sem við erum að nota. Þarna hún að þræða hann fyrir að geta spólað spólunni til að fá sama efni á spóluna. Hún ætlaði að setja hann í litla gatið hana sem hún kendi manni, en hún ákveði síðan bara að fylgja eins og kennarinn sýndi okkur, sem var að bara svona fara nokkuð skipti einmitt svona yfir eins og hún að gera núna. Já. Þarna hún ekki alveg að fatta af hverju það ekki að virka, en það vantaði bara einmitt að ýta því inn sem við lærum nú alltaf bara einmitt. Við lærum bara að gera þetta vídeó, þannig að þarna erum við að þræða spóluna sem bara gengur mjög vel. Og okkur fannst þetta nú bara nóg og þá bara slítur hún bandið og setur bara spóluna strax inn í þar sem hún á að vera. Hún ekki hana undir eins og vanalega. Þá þræði hún þetta bara eins og kennarinn okkar sýndi okkur og já, það líka hana mynd til að sýna og lokar bara því svæði. Næst tekur hún frá aðal efninu spottan og þræðir saumavélina á þannan venjulega hátt til að setja í nálina við saumavélina. Þarna hún að gera það, hún að finna hana fótinn og setja svona í lokin, þarna sexan hana undir. Þannig hún bara að reyna að setja fótinn upp og svona þræða hana í gegnum sexuna og svo þræða nálina, og það líka hægt að nota hjálpar annað tækið sem bara vélin sjálf með, en ég held við ákveðum bara að klippa og gera þetta bara sjálfar eins og maður gerði nú alltaf í þessum gamlu vélum. Þannig að þarna hún bara að einbeita sér, gera það. Hefnaðist það og hún setur hann bara svona undir fótinn eins og maður á vanalega að gera. Þá þetta bara komið. Fyrst erum við með sprettinýf til að reki upp svona efni og annað. Síðan erum við með faldamál. Síðan erum við með málingalímband og skæri sem fyrir annarkvort bara efni og bara nota einhvers fyrir efni og síðan bara svona pappírskæri. Síðan erum við bara með málband og títuprjóna.